fram fyrir leikur KA og Stjörnunnar í Vísjum-deildinni í Blaki. Við byrjum á að kynna fyrirliða gestana, en það Benedikt Tryggvason. Og þjálfari Stjörnunnar Rósalind. Og hákomuna heimamönnum í KA og fyrirliði heimamanna Filip Pavel. Og þjálfari heimamanna einnig Filip Pavel. Og þá kynnum við dómarana til leiks. Aðaldómari í dag Marino Þorsteinsson og honum til aðstoðar Sævar Már Guðmundsson. Já. Okay. Þá byrjum við að kynna lið Stjörnunnar. Þar númer 1 Matthew Gibson. Og númer 3 Michael Pelletier. Númer 5, Ólafur Finnbogi Ólafsson. Og númer 9, Ísmar. Númer 13, Baldur Tryggvason. Og númer 15, Kristoffer Björn Troppe. Frelsingi númer 17 Kolbeinn Tumi Baldursson. Og þá komið að heimamönnum í KA. Númer 1 Kristján. Og númer 7, Alexander Arna. Númer 10, Mason. Og 11, Filip Pavel. 16, Valþór Ingi Karlsson. Og númer 17, Gunnar Pálmi. Frelsingjónum með KA númer 13, Ævar Freyr. Góða skemmtun, við minna alla foreldra að passa upp á börnin sín, þannig að þau séu ekki inn á vellinum meðan leik stendur.
Við ætlum að lýsa þessu leik hérna hjá K.A. og Stjörnunar. Það var hörkusmassi á leikmann nr. 13. Kristófer Björn Ólafsson. Sjóðu mjög langt. Ég er aftur í sig sjálfur. Þessi bolti var rétt úti og staðan er þá orðin 1-1. Í uppgjöf fyrir Gunnar Pálmi og úti. En svona er rétt að finna taktinn inn í upphafi. Það eru ekki strax orðar borgurum. Það er Valþór Ingi með gól á vörn. Það var gert af Valþór Inga. Filip í spil og Kristján með góðan skell en gert. Við sem erum að lýsa þessu leik, við áskilum okkur það að vera ekki hlutlausir. Þeir sem erum að hlusta verða það bara að þola það að setja mjút á okkur. Það er Lexi í uppgjöf. Finn ekki honum. Stjarnan með grætisbolta. Filip og góð uppgjöf. Og K.A. komið yfir 4-2. Vel gert. Lexi aftur í uppgjöf. Lexi með þokkalega móttöku og boltinn rétt úti. Vel sleppt hjá Stjörnunni. Og staðan þá er 3-3. Það er leikmaður 9, Ísmar sem fyrir uppgjöf. Ágætis móttaka og Valþór með ágætis mass en líklegast rétt úti. Ísmar aftur í uppgjöf. Gól ávart hjá Stjörnunni, ná boltanum. Fín lauma, Valþór gerir vel hjá ná honum. Og gott smass hjá Ólafi. Stjarnan kom yfir 5-3. Valþór með flotta móttöku. Og Kristján, vel gert. Frábært uppspil, mjög flott. Kristján verður þá í uppgjöf. Og búast við að hann taki jump uppgjöf. Mjög fastur þegar hann hittir hann vel. Sjáum hvað gerist. En í neti. 6-4 fyrir Stjörnuna. Það er leikmaður nr. 5 hjá Stjörnunni, Ólafur Finnbogi sem er í uppgjöf. Filip með góða og Ævar með svona hálfgerða laumu yfir hávörnina og í gólfið. Vel gert hjá Ævari. En Valþór ætlaði ég að segja. Valþór fyrir uppgjöf. Ég veist með mjög góður uppgjöfir. Frábær uppgjöf Valþóri. Frábær uppgjöf. Mjög gott stig.
Staðan þá er 6-6. Það var búist við að þetta verði hörkuleikur. Valþór aftur í gjöf. En í neti. Staðan þá er 7-6 fyrir K. Nei, fyrir Stjörnunni fyrir gjöf. Það er leikmaður nummer 3, Michael, fyrir Stjörnuna. Og frábær blokk hjá Matthew Gibson. Stjarnan á Guðis, 8-6. Góð móttaka. Og frábært spil hjá Philip á hann Mason sem að klára vel. Mjög vel gert. Mason fyrir það uppgjöf. Stjarnan með gott sem fín hávörð, þannig að finna henni battur og lauma. Frábærlega gert hjá Kristján. Við erum með afturlínsmass og aftur og vel gert hjá leikmanni nummer 1, Matthew Gibson. Þetta var fínasta rally og komum náttúrulega með tveggja mjög góða bjarganir. Það er leikmanni nummer 15, Kristoffer Björnsson fyrir uppgjöf. Og staðan 9-7 fyrir Stjörnuna. Flott móttaka og þetta var ansi skondið. Ekki oft sem henni skora með höfðun en það munaði ekki miklu hana. Stjarnan með smass og fer í blokkinu út af. Það var leikmaður nummer 13, Baldur Tryggvason sem átti þetta smass. Staðan 10-7 fyrir Stjörnuna. Kristoffer Björn heldur áfram að gefa upp. Fínu ekki á honum. Góð móttaka. Spilið frekar langt frá netinu. Og vel gert hjá spilaranum hjá Stjörnunni. Góð stig hjá honum. Svara hans í tím. Philip fyrir uppgjöf. Í stöðunni 11-8 fyrir Stjörnunni. Fín uppgjöf, góð móttaka og gott stig hjá Ísmar. Gott uppspil líka. Vel gert hjá Philip. Sótti boltan hann og Lexa sem að gerði vel. 9-12 þegar Gunnar fer í uppgjöf. Gunnar er komin aftur káða frá afturheldingu. Svo er líklegast inni. Kristján með smass með vörnum vel. Philip mjög spila á Valþór. Valþór með smassið. Og Kristján með smass. Vörnina verja vel hjá Stjörnunni núna. Afturlína og vel gert hjá Stjörnunni. Sterkt stig hjá Stjörnunni. Mjög gott stig hjá Stjörnunni.
Móttökum frekar afturlega en það Kristján. Aftur gott smash. Það getur á milli hávarðinnar og í gólfi. KF þurfti helst að taka nokkuð stíð í rauð núna til að koma sér inn í þetta 10-13 fyrir Stjörnuna. Uppgjöfin í neti á Lexa. Ekki alveg það sem KF þurftu þarna. Það var Ísmar sem fer í uppgjöfina. Móttaka. Vel gert. Vel gert hjá Mason, flott uppspil frá Filip. Erfitt að hjá þessu bolta á miðjunni. Það er Kristján uppgjöf, Felix klæðist í jumpið aftur. Önnur uppgjöfin í honum í neti. Það er leikmaður númer 5, Ólafur Finnbogi Ólafsson sem fyrir uppgjöf á Stjörnunni. Ólafur sé að stíga línuna þannig reyndar en líkast ekki. Net dæmt á á Stjörnuna. Líkast á Kristófer að mér sýndist. KF-menn eilítið hefnið þarna. Valþór í uppgjöf, hann átti 2 góðar á hann. En þessi er úti. Fyrir hann að halda þessum uppgjöf minni KF-menn. Þannig að lása Stjörnumenn Filip vel. Staðan þó orðin 17-12 líklegast. Góð uppgjöf hjá Stjörnunni. Út þessi. Touchstandur, já, líklegast er rétt. Og Stjarnan komin í ansi vænlega stöðu hérna í fyrstu umferðinni. Fyrstu hrinni. 18-12 og KF tekur leikhlé. Við erum henni með. Nú erum við komið með annan mann til að lýsa með mér sko, Vali. Þessa Vali, já, held ég. Það er ekki neitt. Og þetta við erum báðir heldur kveikt á okkur núna. Er það kveikt á mig líka? Ok, ég heyri ákveð, fínt. Það fer ekki alveg nú að vera stað að káfa. Það er sem að þurfa aðeins að spýta í lófana. Það er Mason í uppgjöf og fín blokk hjá Filip. Og Kristján með... Ája, með hausaðan yfir. Vel gert hjá Stjörnunni. Þetta er hörku. Þetta var skemmtilegt að sjá hann. Það er gott stig á Stjörnunni hérna. Já. Góð bara þetta var hann Benedikt sem að setta hann að rúla yfir hávarðuna. Vel gert. Ég held að Kristján var að skora með hausnum þannig að hann fekk hann í
Svona annars sem gerist í þessu leik að ná svona... Já, hausnum yfir. Ná hausnum yfir í endurkastinu. Já. Stjarnan með góð móttaka. Kristján aftur. Sem fyrir eitthvað langt úti. Þetta er ekki alveg búið að ganga upp á KM-unum. Nei, staðan var hvað 20-13. Það er auðvitað komið tilbaka á þessu. Já, það er eitthvað mikið að gera. Þessarinu. Allt tækt í blækinu. Já. Stjarnan hefur verið nokkur örugg í uppgjum, hún er ekki klikkað. Minna maður núna, maður þarf að segja þetta oftar bara. Þá er það ekki Gunnar sem á uppgjöf, hann er ekki alveg að... eða hvað? Filip er að biðja Já, hann er að kalla... að spyrja hver er á að fara uppgjöf. Já. Oftast er það hann sjálfur þegar hann spyr. Oftar en ekki þannig, já, rétt. Hann er eitthvað örgur í uppgjöfunum, þannig að... sjá hvernig náðu einhverjum góðri hinn núna, þurfum á því að halda. Þetta að koma þægilegu bolti yfir. Vonandi góð sókn Káa. Það frekar svona langt frá. Það er þetta að vinna úr þessu. Það er ekki alveg búin að ganga höfum. Það er mikið eftir að leiknum enná, hellingur eftir. Þetta er rétt að byrja. Það er leikmaður númer 1, Gibson sem fer í uppgjöf. Arþór gerir vel. Gunni hittir hann ekki alveg ágætis vörn. Hörkusmass hjá honum Benedikt. Gerir þetta vel. Öflugur strákur. Þá tókum Matthew aftur upp. Eins og sjáum hann sést ekki í mynd núna en hann er Bandaríkjamaður og greinilega kalt, hann er fullt klæddur. Þetta var smá misskilningur hjá KM-unum og Filip og Lexi voru eitthvað aðeins að flækjast fyrir hverjum öðrum. Kemur skipting hjá KM-unum. Sævar kemur inn á fyrir Gunnar. Sævar var að spila á öldungumóti hérna síðustu helgi. Það var svo gríðarlega vel, það var í vinningsliðinu, er maður rétt? Hann var mjög góðu liði. Með okkur lýsundum í liði. Já, gera. Gekk mjög vel. Og þá var ekki Káa sem tók leikliðið? Káa tók annað leikliðið, já. Í stöðunni 23-14. Það þarf að eiga ansi góða. Já, svona mikilvægt líka bara kannski að enda hrinuna þokkalega til að geta byrjað næstu. Ég held að sé nú nánast vonlaust að komast tilbaka úr í þessari hrinnu sko, en allavega finna endana þokkalega og finna... Já, það er mikilvægt. Komið sér inn í leikinn. Algjörlega. Já, það má ekki taka stjórnarnir, þeir eru búin að spila vel. Það er spila vel. Það er ekki búin að klúðra mikið uppgjöfum, þannig að þetta... Grimmur undir líka er að verjast vel. Já. Og gera lítið af mistökum. Já, flott móttaka á efri. Og hristi hann. Já, touch á þetta er vel gert. Hátt stekkur, hátt og hátt uppi, mjög... Landeilega bara onni í blokkina. Stóru efnilegur strákur í úlengalandsliði Búlgaríu. Hann er á leið í undan úrslitakeppni, Evrópukeppni yngri 19 ára. Núna í vor. Já, þetta er betur að Káa. Þeir halda uppgjöfunum inni og það er afturlínunsmaður sem var bara inn í því, svo sem. Þetta var hann... Michael, Mikael, já. Michael, já, þetta var Mikki. Bara hafa þetta á íslensku. Æja, þarna fór einu önnur uppgjöfun. Það var búið að vera aðeins svo mikið á uppgjöfum Káa. Þetta sé ekki konar einhverja 6-7 uppgjöfur, já. Það er eiginlega aðeins svo mikið. Of dýrt í svona leik. Of dýrt, algjörlega. Það er Baldur í uppgjöf. Ekki Benedikt. Benedikt Baldur, já. Baldur til hvað? Benedikt Baldur, já. Já, Benedikt Baldur til hvað. Þetta var út. Það er fínt ef við tölum að þeir klúður ekki uppgjöfum, þá klúður alltaf uppgjöfum. Þannig að nú skiptir tilbaka, þetta er ekki skiptir tilbaka, nú er Lex að koma út af. Lex að koma út af Fúsi inn á. Fúsi inn á. Hann tók líka þátt í öldungamóti síðustu helgi. Já, öldungamóti eða eikamóti, það var þetta fólk á öllum aldri þarna í þessu móti. Þannig að hann stóð sér líka ágætlega. Stóð sér næst best. Næst best, já.
Finn ekki honum, heldur hann mig. Góð móttaka. Flott sport. Einu hana, leikur spil. Filip að gera hana. Hann redda þessu. Veit ekki alveg hvað Filip ætlaði að gera hana. Þannig að fá stuttan á Mason eða... Jæja, en stig fyrir Káa. Já, enda þannig að Valþór náði honum. Já, gerði vel. Valþór náði honum yfir, gerði vel. Þetta var hann Ólafur Finnbogi sem setti hann í netið þarna hjá Stjörnunni. Og hann reynir aftur núna, á bara laumar hann. Já, Fúsi kemur. Touch eða eitthvað. Hvað segir Sævar? Nei. Ekkert touch og... Ekki touch. Stjarnan tekur þá fyrstu runna, 25-18. Þá er bara... Það er bara bítið skjaldarandi fyrir Káa. Já, fá smá tónlist og við tökum pása með hann. Dröfum okkur í hans í hlé. Vonandi að þetta sé að virka vel hjá okkur. Vonandi sé alltaf að virka vel hjá okkur, bæði að reyna þess að babla með að leikurinn er og eins bara myndatækun allt sé í góðu lagi. Jæja, Káa byrjar með boltan í uppgjöf. Hvorum megin fór þetta? Káa megin? Þetta fór Káa megin niður. Káa megin niður og hann Benedikt Baldur. Standi sig vel. Og Stjarnan fer í uppgjöf. Matthew. Það var enga breytingar, það verið á ekki að Káa. Nei, mér sýnst að vera bara eins og þetta byrjaði. Valþór, Stjarnan að verja þessa porta vel. Flott. Fín Hávard þarna. Fín Hávard. Þarna touch. Þarna, já. Já, Stjarnan svona að verja í raun og veru. Þeir að verja boltana vel. Það að skila þeim sem stigum sem er. Já, ok. Þetta er hinn nr. 2. Þetta er hinn nr. 2 náttúrulega og Stjarnan var fyrir hinnina.
Filip, Já. flott uppspil á Lexa. Það kom Lexi og hitt hann vel. Já. Það er ekki langt síðan Lexi byrja að æfa blak, það er svona gaman að segja fyrir því. Já, 3-4 síðan kannski. Já. Kominn úr á grunn í körfubolta eða handbolta og hann er alveg komað sterkur inn. Já, mjög. Það er mikið fram. Ævar. Valþór. Þetta er annars skipti sem að önnur uppgjöðan sem að fer í netið. Valþór Ingi, já. Setur í netið. Þá er hann Benedikt Baldur. Baldur. Þetta er bara flott. Flott móttaka. Líklegast var þetta bara út í held ég. Ég held að það sé bara rétt. Engin hávörð. Ekki alveg búinn að finna þessi í þessum leik. Gunnar, en nei, þetta er svolítið svona lágt. Það er auðvitað að vinna úr svo. Það er svona ætti að vera aðeins harra finnst mér á hann. Þannig að ná hann betur niður. Lágt og lágt spil. Sjá hvað gerist núna. Og Kristján, þetta var touch og inni, kortir. Það var flott. Staðan þá orðin. Hann hefur það fram við hinn að hann er ábyggla 30-40 cm hærri. Hann er mjög hár. Hann er rosalega hár. Já. Staðan er 4-2 fyrir Stjörnuna og Lex í uppgjöf. Já. Gynni lagi. Já. Eininni og boltinn og boltinn festist í loftinu, kannski sést nú ekki alveg en kannski verið varfið að hann kom ekki niður þannig að það er ástæðan verið að hann festist upp í lofti. Maðurinn í loftinu sem hangir hérna, hann greip boltann og hann neitar að skila honum. Það er nóg á boltum, þannig að það er bara fengið annar bolti. Já, Ísmar í uppgjöf. Og Kalli hérna, Kalli leitar einhverjum öðrum með hæfilegum loftþrýstingi sem er hægt að nota. Ég held ég verði alltaf með 5 bolta. 3 keppni svo 2 til vara. Já, ég setti það onni í körfuna, þannig að það er kannski mistök hjá mér. Nei, nú bara grín. Þau séu ekki bara þarna. Það getur verið. Staðan allavega 5-2 fyrir Stjörnuna og þurfum að fá svona kröftuga byrjun í hinu 2 frá KA til að... En... Þarna... Sko... Húsvörðurinn kom að redda þessu, ekki vandamáli. Það var samið við kallinu á þakkinu og hann ákvað að sleppa boltanum. Skila boltanum. Það er allavega hana. Það er Ísmar í uppgjöf. Valþór og Ævar í móttökunni. Valþór tekur örugglega á móti. Góð vörð til Stjörnunni. En Benedikt Baldur skilur honum í netið, þannig að staðinu þá er þeim 3-5. Já, Stjörnunni í vil. Stjörnunni í vil. Kristján í uppgjöf. Þarf að skilja honum yfir núna. Hann tekur aldrei auðveldar uppgjör, hann er alltaf... Heimtum að fá boltan yfir. Sér hvað Stjörnumenn séu að reyna að taka hann aðeins á taugun með að... Sævar ætla að sýna eitthvað takta á moppinni. Kústinum. Hann er vanur hérna. Káasöðinu hérna í gamla dag þegar hann var gutti, þá var hann ábygglega alltaf í þessu sko. Sýnist að vera að rifja upp bara. Það gerir þetta allan vel. Stundi hvort það sé betri í þessum dómgæmstu. Nei, ég sé þessu. Hann er bara að dæma á morgun ekki okkur. Jó, þetta er með okkur. Hann er mjög góður dómari. Fremsti dómar okkur Íslendinga. Já, nýbúinn að, skemmtilegt að segja frí, hann nýbúinn að taka all þjóðarréttindi eða fá allan að taka meiri verkefni að sér. Já, erlendis og er búinn að vera mikið á ferðinni að dæma. Já, Kristján með góðu ekki hana. Filip. Þarna þarf að reyma, það var eitthvað, það hlaut að vera. Þarna ætlaði Filip að skila hann bara strax yfir en tókst ekki betur en þetta. Ég vilti öruggur í þessu, já, hann er vilti öruggur í þessu boltum. Stjarnan fyrir uppgjöf og leikmaður nummer 5, Ólafur Finnbogi. Sem á... Hann steig á línu. Steig á línuna, já. Þetta sá hann, Marino, þetta er alveg rétt. Marino sá þetta, vel gert hjá Marino, þetta var ekkert... Það sást vel hérna frá okkur. Já, það sást vel hérna. Hann sá þetta líka, þannig að mikið kvartaði þessu. Þetta gera þér þessu mikið. Gunnar í uppgjöf. Góð uppgjöf honum. Nei, hann fór aldrei yfir. Fór hann yfir? Svona mokk, já, ég held sér sammála þessu. Það var Valþór. Rúllaði óþarlega mikið með hann tók hann upp. Það er ekki hreint slag.
7-4 fyrir Stjörnuna. Og Mikki Ukki eins og hvað sem kalla hann. Valþór með fína móttöku. Kristján. Já, á loftinu. Þetta hafði á Stjörnunar. Og hann heklir inni. Já. Filip aldrei að fara að smassa tvisvar út. Það bara þannig. Vel gert af Filip. Hann var reiður eftir fyrra smassi sem sett út, þannig að hann var aldrei að fara að setja þennan út aftur. Ævar sem spila sem Frelsingi, komin út af. Og stuttuppgjöf, Adar. Þurfa að ná þessu. Já, Filip, hvað gerir hann? Valþóri. Ok. Það var erfitt, þetta var... Smá kæruleysi. Já. En það þarf að skilja svo líka föst yfir. Það er að skilja svo föst yfir, það er rétt. Það er ekkert að gefa þetta yfir, þá fór maður bara beint í bakið. En þess má geta að Ævar er kannski ekki að spila sér á vanalega stöðu. Það er líklega vegna hvað var læris eða einhverja meiðsla sem hann er með. En hann samt á mjög góða móttöku. Þetta var mjög, það var eins og við kallum þetta sturtublokk. Já, glæsileg blokk þarna hjá honum Benedikti og þetta er Ísmar. Ísmar, já. Ég legg ekki að bera fram hann eftirnafni hjá honum. Já, nei, þetta lítur að prentvilla. Bara einhver slegið ykkur á stafinn. En þarna var vel gert. Já, það var vel gert. Munum. Staðan er 6-9. Já. 3 stiga munur. Við þurfum svona að fá Káa til aðeins að komast inn í þetta og ná að jafna þetta aðeins núna. Filip í uppgjöf. Filip í uppgjöf, já. Já, flott uppgjöf. Smá vandræði í móttökunni og... Þarna skilar tilbaka sturtublokkinni, hann er aðeins búinn að jafna. Búinn að jafna það. Það er leiðilegt að láta sturtublokka sig velja. Já. Maður getur svaraði með því að sturtublokka tilbaka. Já, það er bara málið. En það er aftur á móti mjög gaman að sturtublokka. Þetta hefur svona... Það lifnar smá við okkar. Þetta var með góðan stökkkraft, hann Matthew. Það var vel gert hjá honum. Mikið stökkkraft. Það kom yfir boltinn þegar 19 honum. Já. Mér finnst það alveg ótrúlega líka að mættu bara fullum, bara í fötum bara. Full klæddur, samt venjulegum hitastiginn. Fín uppgjöf hjá honum. Fín uppgjöf hjá Matthew. Já, mjög góð uppgjöf. Var þetta ekki Gunnar sem að vera hann? Jó. Það er bara að gera betur næst. Gera betur næst. 11-7 fyrir Stjörnunni. Já. Þarna, fínum móttöka og svo Valþór. Net allan daginn. Já. Það var net á Stjörnuna. Á Benedikt. Og Valþór komin í uppgjöf. Valþór komin í uppgjöf. Hann tekur svo langt til upp að það sést ekki í mynd. Þetta er hann. Hvað gerir? Já, fín uppgjöf. Flott uppgjöf honum. Netið þarna, já, á spilarann. Net á hann Matthew. Og Káa er komið, nú skora 2 röð. Þetta var þetta föst uppgjöf og móttakan var hátt upp í lofti og of nálægt netinu, þannig að uppspilarinn fór í það. Og það var aftur með til upp og vantarlega jump uppgjöf með snúning. Þetta halda sinni. Já, flott uppgjöf, Valþóri, mjög góð uppgjöf. Hamskapur, ágætis móttaka. Þessum fór ekki fram, já. 13-9 eða 12-9? 12-9 held ég, 12-9. Káa komið í 11-9 á hann. 12-9 og Stjarnan í uppgjöf. Já, vel gert. Vel skilað. Kunni sett í hávörðuna á hann Ólaf Fimboa og þaðan út af. Það er ekki alltaf fast. Það er ekki alltaf fast, nákvæmlega. Nóg að setja hann líka. 10-12. Lexi komin í uppgjöf. Lexi komin í uppgjöf. Já, mikilvægt að halda uppgjöfunum. Þetta er vel spilað á Stjörnunni. Vel gert. 13-10, gengur erfiðlega hjá þeim að jafna þetta. Svona samt. Þetta er betra enn í fyrir hrinnu hjá Káa sem er.
fækka mistökunum og skilja sig yfir. Þarna, vel spilað. Það erfitt að verjast þessu, hann stekkur svo svakalega á strákurinn. Það mjög erfitt að verjast þessu, hann var eitt í blokk. Já, gerði það mjög vel. Það var sama með Kristján, hann fer alltaf lengst út úr mynd við uppgjöf. Já, við erum að fá hann til að hitta. Það var gaman að sýna þessa myndir einhvern veginn á sjónvarpinu eða þessu uppgjöfari, því þetta er alvöru sko. Þarna vel gert, þarna erum við að tala saman. Ásu uppgjöf, eins og segið, þetta er alvöru uppgjöfari, það eilt að geta ekki sýnt þetta. Fagna mikið KM og virkilega vel gert. Staðan var 13-12. Maður er prófað að sýna þetta aðeins svona. Já, það er... Anna, já. Ég veit ekki hvort það náðist, en allavega Anna Rás. Þorri, þú kannski stilli myndalina. Þetta er mjög... Þetta var virkilega vel gert og Stjarnan tekur leiki. Það var KFB jafnað 13-13 og við erum að tala bara hörkur hinu. Hörkur hinu. Ef hann heldur áfram svona, þessum ásum, þá er það gott. Við komum að aðdáðanda. Við erum á hrós maður. Alltaf gaman að fá hrós. Takk Steffi minn. Takk fyrir hrósið Steffi. Staðan er 13-13 og þannig að ég held að ekki bara að segja að KFB sé að fara að taka sér hinu, Valli? Já, jú, við vorum að fáum alveg leik í þetta. Ég held þessi fyrsta leiklið sem tekið þessar hinu. Það er, jú. Það er yfirleitt mjög erfitt að koma svona samt eftir hlé. Menn taka nátt hlé til að trufla það sem er í uppgjöf og það er mikið ásum. Við sjáum hvort að Kristján þoli pressuna. Það er gaman að segja það núna. Hann ætlar ekkert að hætta þessu, hann ætlar að halda áfram að taka jump. Við reynum aðeins að snúa þessu. Já, þeir. Já. Þriðji ásinn í röð. Þetta er glæsilegt. Kvörtum ekki við því. Ég finnst það ekki mjög algengt á Íslandi að menn sé að skora mjög oft í röð með ás, en hérna. Það þýðir þetta. Hann er... Kemur hann í fjórðu, það verður ekki leiðilegt. Nei, ok. Það mun leiðislu, hann var ekki langur, hann var aðeins svo... Hann er KFB komið yfir 14-13 og... Það er 14-14 núna. Þetta var fínar að voru þetta ekki 3 ásar í röð. 3 ásar í röð, kvörtum mikið við því. Það er leikmaður nummer 5, Ólafur Finnbogi sem fer í uppgjöf. Hann steig á línu áðan. Uppgjöfinni. Passa sig vel á að gera ekki núna. Valþór með fínt framspil. Og... Ég veit ekki, ég bara sá þetta ekki, hvort það var á línu eða. Ég held að það hef bara verið út, þannig dæmi var nú það. Við verðum bara að treysta á honum. Já, hann hefur dæmt þetta vel. Mjög vel. Reynslu mikill og góða dómari. Og var með KFB með rosa stemningu. Það dugaði. Það finnst þetta, við þurfum svona að fá stemminguna með KFB. Já, menn þurfa aðeins að brosa og aðeins að smína sem að leiklið og... Algjörlega, það var allir vegið færir. Það var Gunnar Pálmi sem er komið í uppgjöf. Já, hann tók fína uppgjöf, en ég vandraði með þetta. En á að bjarga sig inn á. Gratisbótt yfir. Aðeins langur hann að hjá honum. Þetta var framspilið aðeins og hátt og langt. Þannig að hann var í erfiðleikum að skila honum til Filip, til miðjumannsins. Gat lítið gert við boltan hann Mason hann. Bara góð blokk reyndar. Þá er Mikki komin í uppgjöf. Hann með fína uppgjöf. Og boltinn inni. Já. Hann náði Ás. Valþórunur sem er nú mjög góður í móttöku og svo óvenjulegt að sjá hann láta svona bolta fara. Það gerist bara einu sinni. Já. Það er leikmaður nummer 3. Michael, aftur uppgjöf. Hann tekur jumpið uppgjöf líka. Jónum. Góð vörð hjá Stjörnunni. Og fín blokk hjá Káa. Aftur. Og lauma. Já, hörðu. Boltinn inni. Þetta var... Þarna munnaði litlu maður. Þetta var vel gert af Valþóri og Ævari bara ofnir. Já, og samanskapið og Benedikt líka. Hann kannski við vorum reyna að sína uppgjöðar hans hérna hinum megin eða. Hann fer líka út mynd. Erfitt sko. Já. Þetta er kannski
alveg Móttökan, fastar á. Þetta var virkilega vel gert. alveg fastar raustinni að það skilaði Mason þessu niður Gerða vel. og hann fyrir beint í uppgjöf og Frelsingin út af og Lexi inn á. Já, þessi verið yfir. Þarna sturtublokk hjá Filip, vel gert. Vel gert. Staðan er þá orðin 17-18. 17 fyrir K.A. 18 fyrir Stjörnuna. Mason aftur með uppgjöf. Hann ekkert að taka þetta á flókið sko. Nei. Það þarf ekki að vera flókið. Þessar lausu uppgjöfnir geta verið drullu erfiðar. Geta verið erfitt að eiga við þær. Það er nálægt netinu og það er skiptingi á K.A. Og eftir að sá skorað, ok. En Fúserindir er mjög öruggur í uppgjöfum. Mjög öruggur. Og líka góður í lágurinn náttúrulega aftur. Kannski er þetta taktík. Já. Skulum við regna með því. Sjá hvað Fúsi gerir. Já, flott uppgjöf á Fúsa. Stjarnan tekur. Já. Filip nær honum þarna og sendur á Valþór. Áverðin stoppaði hennar boltan, hann hendur áfram. Kristján. Já. Líka lausan yfir hérna á. Hei. Þetta er þá bara K.A. komið yfir. Vali, 19-18. Það er bara fyrsta skipti í þessum leik heldur. Þetta var, gott vekki. Þetta var Mikael og mikið að horfa á línuna. Hvort það væri nokkuð búin að stíga línuna. Og misti sjónur á boltanum. Já. Það er Fúsi komin uppgjöf. Fúsi aftur uppgjöf, góð uppgjöf á honum. Og það lauma, það er getið. Ok. Smá miskilur K.A. Þeir hefði getað gert aðeins betur að núna þessu. Hann er öflugur í. En samanskapið má ekki taka vel af honum. Matthew, hann gerði þetta vel. Sá boltan hann alveg. Matti Gibson. Beint yfir sá hann á. Kaos yfir K.A. hans. Það er Stjarnan í uppgjöf. Filip spilur upp. Maður sá þetta svolítið, þetta var svolítið látt. Það hefði ekki tímaði svolítið flatt. Það var hærri þessi bolti. Þetta er hörkurinn, staðan er 20-19 fyrir Stjörnuna. Þetta sé mjög mikilvægt stig núna, hvað gerist næst? Kristófur Björn. Hann setur hann út af, ok. 20-20. Þrælspennandi hérna á lokakaflanum. Filip er í uppgjöf. Frelsiki Stjörnar er komin inn á hann golfbundtömi. Já. Voru á milli, voru 3 blokk voru á milli þeirra. Þetta þarf ekki að vera fast, hann sett hann bara hann á milli. Stjarnan komin yfir 21-20. Stór maður og Nísma, ég sé nú ekki alveg tölvuna hvað hann er hár. Þetta er ábygglega 2 metra maður. Mjög hásinn allavega. Og misti ekki á Ævari þarna. Já, óvanlegt á honum. Já, missir hann eitthvað á boltina, hann er oftast mjög stabill í móttöku. Og Stjarnan komið 22-20 yfir. Og K.A. tekur leiklega. Fyrsta leiklega sem að K.A. tekur í þessari reynu. Stjarnan búin með 1. Já, kannski nefna ákveð til aðstoðar hérna í tæknindeildinni er Guðmundur Karl og hann stendur sig mjög vel við ít að takka og stöðuna. Ef að zooma inn á liðið eitthvað leys, haft það smá lifandi sjónvarp. Já, það er, sjáum nú svo sem ekki alveg hvað er margir að horfa á, en ég held að maður sé einhver slatti að horfa á leikinn. Staðan er 1-0 fyrir Stjörnuna í hrinum og 22-20. Það er hrinum nummið 2 sem er í gangi núna. Hrinum 2 í gangi. Og það er Matthew í uppgjöf. Smá vandræði með uppgjöfni hjá honum. Það er erfitt, herðu. Var það gert ágætlega, en blokkuðu þetta bara vel. Já, vel eftir Benedikt. En þetta er aftur erfitt. Þá komum við út í hotn hann að Valþór og erfið staða. Erfið staða, já. Og kannski ekki mikið annað hægt að gera, heldur hann að dundra bara í. Nákvæmlega. Það er 23-20, K.A. þurfa að spýta í lóðuna núna.
Matthew með uppgjör. Já. Þarna var smá mistök, hann heyrði ekki kallað út og það var úti. Og Gunnar svona... Hann heyrði ekki alveg þegar það var kallað úti, en þetta kemur. Erfitt að sjá hann. Já. Það er 24-20. Filip þjálfari og fyrirliði KM ekki alveg sáttu við eitthvað í dómgæslunni. Nei, ekki alveg hvað hann var að... Hann er búinn að koma sínu á framfæri. Þetta eru fínar aukjæðir, þótt að... Nei. Boltinn úti. 21-24, þetta er ennþá von. Ísmar skóptar hann þarna út af, hann eitthvað... Já, vantilega ekki sáttum í sjálfum sig þarna. Nei, þetta var of auðvelt, of svæðið en fór aðeins svo langt hjá hann. 21-24, hvað gerir Valþór? Hann þarf að... Nú verður bara Káa að skila þessu öll yfir og... Já. En hann tekur ábúinlega jumpöngju, það sést reyndar ekki hérna í mynd, hann bakkar vel, hann tekur snúning. Tæpur á línunni, hann fór það nú. Hann fór það. Það er staðan orðin 2-0 fyrir Stjörnuna. Við kannski dröfum okkur aðeins í hlé í... Já, spilum smá tónlist. Sprettur þú það? Herri, þá fer þriðja hrinna að byrja. Stjarnan eru 2-0 og þá er það bara að taka hrinna, ætli sé ekki snemma í hátinn í kvöld. Kannski þarna skal renna sér við stöðuna í deildinni. Káa er allavega í 5. sæti, 12 stig meðan Stjarnan er efstir ásamt HK með 31 stig. Gríðarlega massífu stjörnumennir. Mjög góður. Mjög góður. Þeir byrja mjög gjöf. Góð móttöku aðveri og Kristján hana með flott mask. Vel gert. Þetta kunnar alveg.
Já, þurfum að fá. Það þurfa að ná sér á strik. Fá KM á strik. Ég get að gera miklu meira af þessu. Það er kannski rétt að valja að minna á leikinn á morgun líka. Já. Það er 2 leikir á morgun í Blakinu. Þessi lið mætast aftur á morgun að 9 og sá leikur er klukkan 4. Það var eiginlega þetta moment fyrir Það verið Valþóri. Valþóri sko. Já. Það kom Ás. Með auglýsa leikinn á morgun að þeirra Valþór tekur Ás. Já. En kannski reyna að sína. Hvað er leikurinn á morgun, Vali? Morgun með leikurinn Stjarnan Káa er klukkan 4. Eða 2. 2 held ég. 2? Já, ég kannski könnu það að sjá úti. 2 frekar. Já, ég held 2 er ekki svo Jú, handboltaleikur síðan klukkan 4 og svo reyndar aðaleikur helgarinnar. Hann er annað kvöld. Bíð eftir lengi. Klukkan 20 í bikarnum. Það er bara á prime time og það er tekinn á valinn besti tíminn. Laugardagskvöldi, enda ekkert betra að gera á laugardagskvöldi klukkan 20 heldur en að bara koma og horfa á Blak. Já. Í höllina sem að KA og Vestri. KA liðið. Já. Og Vestri frá Ísafirði mætast í Kjöris bikarnum. Já. Mætast að spila, já, og komast í 8 úrslit. Heist hefur að þessu KA-liði séu marga gamla kempur. Já. En heyrðu. Nú skulum við einbæta okkur þessum. Lexi með Ás. Já. Vel gett að Lexa. KA er að byrja sér innu vel núna. Við erum 4-1. Gaman að þið líka þegar það er gaman að sjá þessu uppgjör að fara yfir og hvað þá þegar kemur Ás. Þetta er öllu skemmtilega en að sjá þetta í netinu. Nákvæmlega. Meira svona. Þurfum að fókusa þessa. Það eru óbreytt. Halda fókus. Liðin alveg óbreytt. Já, flott uppgjör að Lexa. Fyrir hunni. Það er virkilega vel gert, en flott láfur. Vel veitt upp þetta. KA þarf að taka þetta núna. Já, vel gert. KA er að byrja þetta vel, 5-1. Þetta er það sem við viljum sjá. Við nennum ekkert að vera heim núna, við ætlum að taka fleiri hrinur. Já, við erum að taka. Við erum ekki að fara í 3 hrinur, við þurfum að fara fleiri. Mason Kastner, bandaríkjamaður sem er nýkominn í lið KA. Þetta er reyndar hans annar leikur eða. Já, það er rétt. Það er 3. leikur reyndar, það er spilað 2 leiki í HK. Þetta var vel gert. Já, vel gert. Og Ólafur Finnboga. Gunni náði ekki að koma sér alveg upp í blokkinn heldur. Nei, hann var í lengi blokk, en hann gerði það vel. Fyrir svona stráka þá er það auðvitað sem að segja að vera engin blokk. Já, nokkulega. Ísmar er að taka uppgjöf, hann er komin langt út mynd. En þetta er svo flott uppgjöf, ekki beint. Sér úti. KA gerir vel í að sleppa. Sleppa boltanum, enda tölvöld úti. Þá kemur Kristján og Kristján í uppgjöf. Kannski reynum að sína það gaman að sjá þessar uppgjafir, þannig að við reynum kannski að snúa myndalinn aðeins hérna. Svona. Það er ekki oft sem við sjáum svona svakalega jump-uppgjafir. Hann er vel fastur. Já, maður nú meitt fyrir að þannig að hann hafi sótt boltan yfir. Boltan hafi verið komin aftur yfir netbrúnuna. En er þetta svo fast að móttakanum er að taka mót þessu, já, algjörlega. Kristján aftur í uppgjöf. Staðan 7-2 fyrir KA. Hann er búinn að skora 4 núna alltaf stig. Þetta er svakalegt. Það er ekki hægt að. Og það kemur gratisbolt yfir. Já. KA þarf að halda það sáfram. Touch. Nei, ég held að það var ekki touch. Það ekki? Nei, ok. Það verður bara rétt hjá honum. Já. KA menn, hvað þarf hann ekki? Sem bendir nú allan til þess að það ekki verið neitt. Það eru staðan 7-3. Og það er Ólafur Finnboga ekki sem er í uppgjöf. Ólafur Finnboga í uppgjöf. Já. Alveg að sjá. Hann tekur nú ekki langt til upp, þannig að hann er nú ekki að fara að taka neina jump uppgjöf. Tekur bara. Góð uppgjöf samt. Já. Fylgur gerir vel. Þetta var hefnast með honum. Þetta var hefnast með honum, fór svona á milli handana eða ekki í blokkinni síns mér. Já, og fór í nestringinn og. Já, stig. Það er erfitt að verjast þessu fyrir Stjörnumenn. KA-menn þykjum öll stig sem er í boði. Já, og það er nú KA-menninu að leiða þetta núna, 8-3, þannig að. Gunni í uppgjöf. Flott uppspil hjá Stjörnunni. Það var, hann sló hann í netið. Já. En fín hávörð að samanskapi hjá KA-mennum. Já, KA-mennum, já, mjög góð. Staðan þá eru 9-3. 9-3 og það er Gunnar Pálmi sem er í. Já, Gunnar Pálmi í uppgjöf. Uppgjöf hjá KA-mennum. Já. Já. Já.
Þarna var fín Já, góða orð. Káa hefði kannski mátt nýtt sér þetta því að móttaka fór beint yfir. Gott þetta var ekki Kristófer sem að varðan hann í gólfið. Já, ég held að. Mikki er komin í uppgjöf hjá Stjörnunni. Og hann stígur á línu. Hann stígur á línuna. Þetta sér dómarinn. Marino sér það, sjálfsögðu. Já, það var engin vafi þarna. Nei. Það var með halvan fótinn inn á línunni. Hann er búinn að dæma þetta mjög vel, það er ekkert að kvarta yfir niður. Já, algjörlega, sammála því. Ævar komin út á og Lexi komin inn. Og Mason í uppgjöf. Já, flott, já. Stjarnan hefur verið svona smá vandræði með móttökuna núna en náðu samt stígunum. Já, þetta var vel eftir Benedikt. Já. Filip var 1 þarna í Hávörð. Já. Verður það skipting? Og spilarinn hjá Stjörnunni maður gerði þetta vel líka að ná boltanum sko tilbaka. Það var mjög vel gert. Skipting á Stjörnunni, Egill Þorri. Ég held að þetta sé fyrst sem hann kemur inn á þessum leik. Já, ég held að. Út að fá Kristófer Björn. Hann ætla að taka bara rólega uppgjöf. Það er ekkert verrið, maður sér það. Menn eru í vandræði með þetta, þótt þetta sé ekki. Þó sé ekki verið að fúsa í uppgjöf. Þarf ekki alltaf að vera fast. Ef það kemur smá flott í þetta hreyfing á boltan, þá getur verið erfitt að eiga við hann. Einhver smá misskilningur á KM-menn, þau voru 2 að fara í boltan. Staðan var 10-6 fyrir KM. Stjarnan búinn að minnka munin aðeins. Úr 9-3 í 10-6. Vel gert hjá Filip. Hann tók Filip bara á skarðið og sett hann bara í hornið. Þetta var aldrei gerður fast, hann bara setur hann. Og það er... Valþór aðeins að láta blokka sér núna. Og nú gengur skiptingin tilbaka hjá Stjörnunni og... Nei, þarna var einhver... Veit ekki hvað þetta var. Þetta var einhver... Filip eitthvað aðeins svona. Ok, skiptingi var ekki komin. Við höfum séð þetta áður á Filip. Aðeins að reyna að pyrra alltaf Þarna var fín Hávörð sem hægði á honum og hristi hann með því miður úti. Það verður rétt. En við séum að við höfum ekki einu sinni séð dæmt tvíslag í þessum leikvali. Nei. Nú væntanlega uppspilin hjá þessum einn af tveimur bestum uppspilunum á landinu lítur að vera. Jú, og þetta er engin markmenn sem er að spila upp hér. Nákvæmlega. Þetta er alveg... Tæknina frá ungu aldri. Alvöru blakkarar. Þessi var úti. Hann er nú búinn að vera mjög öruggur uppgjöf. Já, maður hélt að hann er lengur úti en svo bara datt hann niður og... Nú eru báðir uppspilarar aftur. Já. Valþór, uppgjöf. Hann tekur vantarlega fasta uppgjöf. Já, vel gert. Já, vel gert hjá Valþóri. En samanskapið vel tekið móti og það er gratis bolt yfir. Og hvað, vonandi KM nýtt sér þetta. Já. Allt í góðu, ekki dæmt hana. Einnig blokk Valþór með góða... Vel gert í Benedikt hana. Og... Vel hirt upp hana. Vel gert í Stjörnunni, virkilega vel gert. Og... Stjarnan er aftur að hirta hann upp. Gratis yfir. Misskilningur hjá KM-mennum. Þeir fóru saman boltan. Leitútur var gratis bolti en þarna voru tveir fyrir boltan. Þetta... En já, smá mikilvægt það. Já. 8-12. Káa í vil. 8-12, Káa í vil. Og Benedikt kominn í uppgjöf, hann er út úr mynd. Tekur flott uppgjöf. Hanna náðu Gunni sér vel á strik. Vel gert hjá Gunnar. Hanna kemur Gunnar. Já. Þetta er gaman að sjá. Þetta viljum við sjá frá honum. Það sé ekki bara flott og best að smassja þess í þessum leik. Já. Og Ævar kominn út af og Mason beint inn í ávörðuna. Lexi í uppgjöf. Lexi passa sig, hann fer í mynd sko. Já, flott ekki honum. Það er minni og... Þarna var bara engin ávörðn og vel gert hjá honum Ólafur Finnboga. Já. Það er gott sem þess. Filip kannski ekki alveg sáttur sjálf að ná ekki boltanum. Nei, já. En hún til Bjargar, þá var þetta... Það er Ísmar í uppgjöf. Já. Það gerst núna... Gunnar er heitur núna.
Gunni svakalega heitur. Sumir þurfa lengri tíma til að hitna en aðrir. Já. Ég þekki þetta. Díselvélina sunnan. Og þá er Kristján komin Kristján komin í uppgjöf. Já. Og hann ætlar að reyna að sýna þetta. Hann er aldrei að slaka á í uppgjöfunum, sko. Nei. Það er flott móttaka hins vegar. Já, vel leist. Ekki. Ok, vel spilaðu K.A. Stjarnan er hérna. Já. Já, flott. Þessi fór í hárinu og vel leist. Æ. Ó, Kristján. Ok. Staðan er 10-14 fyrir K.A. Þetta er hörkur innan. Og það er bara Kristján að passa að svekkja sig ekki ómikið á þessu. Já. Gunni gerði vel eins og var að taka undir, ná honum undir hérna. Ólaf Finnbogi kominn í uppgjöf hjá Stjörnunni. Hann tökur bara öruggan. Já. Vel. Flott vörn til Stjörnunni. Og hann er Benedikt með laumu og það tekst. Virkilega vel gert hjá honum. Stekkur út úr afturlínu og laumar hann með, þykir smassa og laumar hann og svo. Og Ólaf Finnbogi fer þá aftur í flott yfirsýn yfir. Góða stjórnaði hvað hann gera hana, lauma honum hana. Staðan er 11-14. K.A. í vil. Þessi verið netið. Þessi verið netið. Gott fyrir K.A. menna. Stjarnan var ekki næra þetta. 4 stig. Gunnar kominn í uppgjöf. Gunni í uppgjöf. Græna. Það sem bara úti. Já, svo úti hjá honum. Staðan þá er þeim 16-11. Kristoffer Proppe. Já. Gunni áfram í uppgjöf. Fín uppgjöf Gunna. Já, vel. Já, Kristján gerir vel. Filip nær að bjarga honum. Já. Þessi bolti í leik. Hvað nú? Verður í hávörðinni. Hann er tveir saman. Sambarlegt og gerist fyrir K.A. áðan. Tveir menn farið saman boltan. Það er mjög sambarlegt og gerist hjá K.A. Það er svona auðveldur bolti sem að... Þannig að þetta er bæði liðin gera mistök og það er... Stjarnan tekur leiklið. Fyrsta leiklið í þessar rinnu. Já, ég held að. Staðan er allavega 17-11. 17-11. Og við ætlum að hlusta á smá tónlist. Það er komin aftur. Stjarnan tók leiklið í stöðunni 17-11. Staðan er 2-0 fyrir Stjörnuna í hrinum. Já. Og nú spurning hvað hárið þetta hefur á Gunna. Hann er búinn að taka núna 3 uppgerðir röð og... Já. Það er bara í hörugga núna held ég. Hann lendur þetta ekkert á engin áhrif á þessu. Nei. Þannig að skrítið uppspil. Já, skrítið uppspil. Filip gerir vel. Flott uppspil og 3 í blokk. Ævar gerir vel. Valþór. Já! Virkilega vel slegið af Valþóri. Sett hann um hjónu, virkilega vel gert hjá honum. Það þarf að gera fast, það þarf bara að setja hann innan. Það sem menninir eru ekki. Já, innan gulrammans. Það sem engin maður er. Já, það er 2-0 fyrir Stjörnunni í hrinum. Gunni ekki á þér. Við horfum hérna á 3. hrinna og... Gunni með fínu ekki upp. Góð móttöku Stjörnunni líka. 3 í blokk. Vel étuð upp. Þarna var... Sýndist, Sævar tók þetta alveg, sagði ég. Sævar svona hjálpaði Marun og hana með mókinn. Hann hjálpaði Aldómarun. Herru, nú er held ég Gunnar sem komin með 5-6 uppgjörður röð. 19-11 staðan. Það var erfitt fyrir Stjörnunni að komast tilbaka á þessu, en maður veit aldrei. Verður K.A. að vinna þessa hreinu til þess að fá tap ekki leiknum. Og nú, þetta,
Já, þeir ætla ekki að gefa hann neitt afslut á sig. Þrír í hávörðinni. Já, vel gert. Ká kemur sig yfir, haldir þessu lifandi. Já, lása hann vel. Já, ég veit ekki. Það kemur Benedikt úr afturlínu línu og... Veit ekki hvað Marino var að kalla á hann. Ég sá ekki hvað var... Nei. Stjörnumenn í kvart. Það var þannig að stig fyrir Stjörnuna bara. Staðan 19-12 fyrir Káa. Hellingur eftir þessar hrinusósum. Já, 12-19. Káa í vil og þessi fyrir netið. Já. 20-19. 20-19. Það verður held ég erfitt fyrir Stjörnuna að koma tilbaka á þessu. Já, en þetta er ekki búið fyrir að búið. Algjörlega. Við verðum að klára þetta og það er fínt. Já. Fínt að halda áfram. Og skipti ekki að Kámanum. Já, Fúsi kemur í uppgjöfuna. Filip virðist með það svo að hann sé öflugur uppgjöfar heldur en... Já, Mason er samt búinn á einum ás. Já, hann gerði það. Hann er ekki fastur í uppgjöfum en svona... Nei, setur hann örugglega laust yfir. Setur hann örugglega laust yfir, nákvæmlega. En Fúsi kann alveg gera fastan. Fúsi kann gera fastan, já. En það tekur hann 180 bekk eða eitthvað. Held ég. Flott í sig að vel getur Fúsa. Stjarnan í pínu vandræðum í sókninni. Já, ok. Nei. Út, sagðan. Já, út. Þarna ætlaði Ólafur. Já. Nei, Ólafur. Björn síðan. Kristoffer Björn ætlaði að negla honum hana en... 21-12. Fúsi þá hérna í uppgjöf aftur. Já. Þetta. Nú eru Káamenn bara að vera dálítið öruggir. Út þessi. Já, ég held ekki touch. Stjarnan vildur kannski meina þetta að vera touch, ég gæti ekki séð hérna allavega. Þetta var ón í honum, þannig að hann hefði heyrt þetta. Já, algjörlega. 22-12. 22-12 og Fúsi með sína þriðju uppgjöf. Já. Kannski verið rétt séð að við skipta honum í nýju uppgjöfinni. Það er senjandi. Já, þegar við tölum Svona flott undir boltaninn, það virtist aldrei lækka sig. Þegar þið minnst á það, þá hérna, og maður hósar ykkur þá verða oft... Getur stundum gert, já. Já, þá verða oft mistök. Ævar kominn inn. Ævar kominn inn. Fúsi kominn tilbaka og Kristoffer Björn í uppgjöf, Stjörnunni. Og Dimitri með skell. Já, það var lína. Net. Það var net. Já, það var net á Stjörnuna. Já. Þannig eitthvað. Sævar með það allt á hreinu. 23-13. Filip tekur bara rólegan, örgan. Hann er mjög góður í þessu. Hann er mjög góður í þessu, já. Hann þarf að passa sig þegar hann fær svona háan bolta fram. Hann er... Alveg rétt. Hann er að koma honum vel niður. Hann hoppar hátt upp. Hann hoppar hátt upp. Ítur honum bara eiginlega niður. Já. En 23-14. Velur staðina. Hann ætlar ekkert að jompa neitt, þannig að... Nei. Já, smá vandræði í móttökunni á Káa hana. Káa með bolta beint yfir en... Það getur þetta bara í vörðinni, hann Já, óöfinn, Ævar. Ævar var í honum. 23-15. Káa það bara að landa þessu heim. Já, að landa þessari hrinum, algjörlega. Ekki vera kærulausir. Og Matthew áfram að gefa upp. Eininn Já, á sig honum. Þetta er erfitt þegar hann smellir svona, lekur af netinu á hann. Menn verða að vera tilbúinir alveg á tánum sko þegar þetta gerist. Kristján er ekkert í móttökun, hann bakkaði bara frá þótt hann var næst boltanum en það er bara, þannig spilar Káa, hann er ekki í móttöku. Þriðja uppgjöf Matthews. Þetta... Núna þarf Káamenn að fara að gera eitthvað. Núna þarf Káamenn að stoppa þetta. Leikfæringin var alltaf líka vonda, þó kannski þó takir sér hinnu sjálfsagt en þá er ekki gott að Stjarnan skori alveg öll síðustu stígin í... Nei, menn er að halda áfram og bara enda þetta í... 60 mínútur núna. Niklas tekur hann á time-out núna, Filip, fljótlega. Út hana, 24-17, eitt stig eftir. Og hættir hann við time-outu. Sævar lét sem hann sæi ekki Filip hérna þegar hann var að biðja tíma.
Flott uppgjör hjá Valþóri. Þeir eru erfiðleika með þetta en leysa þetta. Já, gera það vel. Og hvað kemur Filip á Lexa? Nei, á Kristján. Og þeir klára hinna, vel gert. Já. Við erum að tala um 2-1 og þetta er bara leikurhættur. 2-1 í hinum og það er bara stefnun í fjórður hinnu og erum við ekki að fá okkur smá kaffisopa á meðan? Komið. Hörru, já, það er komin aftur, staðan á 2-1 fyrir Stjörnuna í hinum. Hún er alveg búin að drekka mig alveg fullan af kaffi. Já, kaffi. Filip byrjar uppgjöf fyrir Káa. Föstudagur og svona, föstudagur í mönnum. Fössari. Já, Filip byrjar uppgjöf. Það er með svona flott uppgjafir. Já, tók allan hennan og góð blokk. Valþór, hvað gerir hann? Hann hittir ekki boltan en hann er inni. Inni þessi. Já. Það var ekki fastast í skellunni á Kristján, en hann sett hann ekki heldur, heldur bara hitt ekki henni. Stundum þeir inni líka. Já. Það er gott. Kvörtum ekki við því. 1-0 fyrir Káa. Úti líklegast, já. Þessi uppgjöf var úti. Þessi var úti. Síst minnum er óbreytt lið bara. Já, ég held að. Já, vel gert. Já. Þetta var, það má eiginlega segja að þetta væri bara léleg uppspil, en hérna. Já, léleg traspil, uppspil og erfitt að vinna úr því síðan. Já.
Staðan 1-2 í fjórðu, já, þarna er komið þetta sko. Vinnustaðan komin hérna. Vinnustaðan komin við vorum að leita á henni. Já. Filip gerir Stjarnan verst vel og Lexi tekur þetta í blokkinni. Vel gert að Lexa. Jafnar þetta í 2-2. Alltaf gaman að hafa góð stemning í. Já, og Valþór í uppgjöf. Það var ekki að borða. Valþór í uppgjöf, hann er langt út af mynd, þetta er eitthvað jump á þetta. Já, gerir vel, Fínar flott uppgjöf honum. Fín móttaka. Ok. Filip spila á Kristján, laumar honum þarna. Fín vörð þarna. Kolbi Tummi Gratis bolti. Með góða. Kristján fær hann aftur, nei, Gunni. Vel gert hjá Gunna. Gott smash hjá honum. Ekkert of fast og Kolbi Tummi. Nei, sett hann bara þarna. Kolbi Tummi átti. Ástjárn. Ekki, hann tegði sig en mun á leiðlu. Já. Þeir eru að taka boltan vel undir Stjarnan, þeir eru að gera það vel. Já, Valþór komin í Valþór ekki aftur. flökku og staðan er 3-2 fyrir Káa. Já, flott uppgjöf. Já, flott blokk hjá Kristján. Vel gert hjá honum. Já, vel vakandi Káa með fagnar vel þessu. Já. Hvað er stemming í strákana hjá Káa? Sýnir það? Góð stemming í áhörnundum. Já. Eða, veitu, er þetta ekki áhörnundur? Þetta er varamannabekkurinn hjá Káa, en það er fínt. Það er samt sem að góð stemming. Og ætlum að sjá eina uppgjöfna hjá Valþór, hann tekur jump með snúningi. Jæja, það er svona þegar maður er að monta sig eða segja eitthvað gerir vel þá oftast á einhvern veginn vill að klúðrast. Já, það getur gert. Kannski nota maður núna á Stjörnunni, þessi ger alltaf rosalega góð uppgjöf. 4-3 fyrir Káa. Og Benedikt. Já, þá getur smótið græfari, sendur á Kristján. Og Káa menn ekki alveg nógu vakant hann undir, það hefur getið tekið, þetta var hefðu þetta taka hann undir. Já, þannig að þetta ætlaði Kristján bara að setja hann, ekkert vera of fastur en þeir sáu við honum. Sá honum, jafnleikinn 4-4. Benedikt Baldur með hérna sín aðra uppgjöfun í röð, staðan honum 4-4. Já, aftur á Kristján. Já, þarna var ekkert að setja hann. Nei, þarna var hann ekkert að setja hann. Filip er ekkert ofta að hætta ef að klúrast í ykkur þá heldur hann bara áfram. Hann vil trúa sínu strákun líka bara. Það gerir það vel. Mason er komin í Mason kemur inn. Framlínuna og hækkar þá aðeins. Blokkinn. Já, vel gert hjá Lexa. Og það var bara vel gert. Ég sá ekki alveg hver smassaði þetta hjá, hvort það var Ólafur. Númer 5. Já, það er ekki líklegt. Ég held það. Það var vel gert hjá honum. Filip er aftur. Ísson með uppgjöf langt á völlinn. Ok, það var góð blokk hjá Stjörnunni. Háverðurinn átt þetta. Já, Stjarnan er komin yfir 6-5. Miðjan var frekar langt frá uppspilunum hérna. Já. Lausuppgjöf, fín móttaka. Og Kristján, nær ekki að slá hann alveg þarna eins og. Þetta er bara yfir og Stjarnan komið 2 stigum yfir. Já. 3. 7-5. Hitt hann ekki alveg bara nógu vel að Kristján. Fínt bolti á Filip. Já, Serineti. Staðan þá orðin 6-7 fyrir Stjörnunni. Og Kristján kemur í uppgjöf. Allir sýnir það kannski aðeins ef að Svo breyta ekki það til gerir neitt. Kannski farin að þreytast hans sem gæti verið. Þetta eiginlega það var nú gott út af því mönnum þeir ætla að halda áfram að jumpa í heilum. Leik og það er skipting. Giannis er að koma inn á, hann er að koma inn á í fyrsta Fyrst í leiknum held ég. Já, ég held það.
Spilskipting og beint í uppgjöf. Ég spila strandblak með honum, hann hérna mikið strandblakar og góður. Ég lága uppæð. Ég lága uppgjöf. Filip gerði þetta vel. Móttakan var ekkert alltaf góð en Filip leist þetta vel, eins og segir. Gunnar Pálmi kominn uppgjöf og hann dottinn hann út myndin. Skilaði sig vel. Skilaði sig vel og Benedikt Valdur í smá vandræðum í móttökunni. Gæti að vera eitthvað flott í þessar uppgjöf líka, það ekki ólíklegt. Hann er ekki vanur að Staðan 8-8. gera mistökan. Engin mistök núna. Nei. Virkilega verið stegið. Sett hann í horni, vissi að sá væntanlega engan mann þar og bara sett hann þar. Nett yfir hávillina og út. Alls ekki fast. Og fer svo beint í uppgjöf. Laus uppgjöf. Kynn móttöku Valdóri og smassið. Valdór átti bæði þarna móttökun og smassið virkilega vel gert. Uttaði hávörðin að setja meðfram hávörðin og beint í gólfið. Þetta spilar allt saman, eða átt góða móttöku, þá færðu gott uppspil. Meiri líkur á því allavega. Já, það er með alvöru uppspilara. Það er með alvöru uppspilara. Heyrðu það. Nákvæmlega. Og Mason var hérna í uppgjöf, það var engin skipting að þessu sinni. Nei. Þá kemur Ævar inn. Skipting á stjörnumönnum. Þá kemur Egill Þór inn á fyrir Kristófer. Það er ekki fyrsta skipt sem hann? Nei, hann er bara komið aður. Nú vantar nú bara Benna. Benna Káman. Já. Hann er ekki lengi að koma inn á. Rúnar fari ekkert að spreita sig á móti gömlu félagunum. Kannski spara hann til á morgun. Þetta var ekki touch þarna á 6. Það var touch á 6-una. Þetta var svo sýnileg touch á 6-unum. Hann sér kannski ekki allt. Ok, Filip ekki alveg sáttur við það heldur. Nei, þetta heyrðist hingað upp stúku en þetta er einu mistöku sem ég hef séð hjá Donald Marino. Búinn að dæma leik mjög vel. Laus. Vel gert þetta Jannis þarna, vel varðið. Góð vörð þarna. Gratis bolti þarna. Erfið. Þarna já. Það verður að fara upp í hann, hann getur ekki bara spilað upp, hann er hörg og smassað líka. Setur hann mjög brattan, hann er honum alveg niður. Filip ekki alveg sáttur en nú þarf Megar ekki hengja haus. Nei. 9-12, alls ekki hengja haus. Þarna. Já. Og net á stjörnumenn. Það var líka eins gott vegna þess að þetta var ótrúlega móttaka þarna og lenti hann ekki inni? Lenti hann inni, mér sýndist það. Þannig að Kámen heppni þarna, en það er rosalega góð móttaka og heppni innlíka kannski. Það voru skipting, eða ekki bara sömu skiptingin, bara gengur tilbaka núna. Já, sýnir það. Með Jannis heldur að fara áfram inni, en Egill farin út af. Filip í uppgjöf. Já, Filip er komin uppgjöf, þannig að heldur henni, taka blokkinn á miðuna. Þarna var sturtu blokk. Það teygði sig þarna bara langt yfir netið og það var virkilega vel gert hjá Kristján. Rosaleg blokk þarna. Það teygði sig langt yfir og þetta var flott. Er ekki vissum að fólk átti sig alveg á því hvað þetta var mögnuð blokk. Þetta er skemmtilegt blokk. Gera miðjan líkast núna. Einu vel bjargað. Og það er gratis bolt yfir. Filip eitthvað pínu ósáttur við. Þannig að Ísmar náði dóndur þessum í gólfið. Skipting á stjörnumönnum. Jannis út af og Ólafur Finnbogi inn. Filip ekki sáttur alveg núna. Þurfum að halda fókus. Allir byrjar að klappa. Og það er
Matthew Gibson í uppgjöf. Já. Nána netto eitthvað en dæmir ekki neitt. Benedikt með smash og Valþór setur hann beint yfir. Ok, það gerir Stjörnumenn hana. Það blokkin á sig. Þarna var fín vörn. Flott vörn þarna. Gunnari. Þarna var tvíslag. Þetta sér maður ekki oft hjá auðspilurum. En þegar þau eru að sækja boltan þá getur það komið fyrir. Þá var mér óánægð með eitthvað. Kannski sjálfan sig en þeir eru fara að hætta þessu og bara spila bara blag. Fyrirvikisattur 14-11. Og það er tími sem að KM taka. Sem er kannski ágætt við þetta var komið. Þetta var komið svona undir. Æsing hjá þeim. Smá æsing hjá Filip. Góða tónlist bara til þess að þá eru komin tilbaka og Já, staða 14-11. Stjörnunni vil og þeir halda í áfram uppgjöf. Það er Matthew í uppgjöf, uppspilarinn. Og ekki alveg nógu góð móttaka þarna. Nei, Stjörnan samt í einhverju smá vandræðum. Guts, vel gert þarna. Tilspilur Valþór og Valþór í hávörðuna og já! Setur hann inn. Virkilega vel gert hjá Kristján. Það var svona hugsandi líka, bara sá að það var ekkert mikið í stöðunni. Þetta er bara að setja hann í hóðið. Sá að var aukt hann aftarlega og sett hann það bara. Valþór. Jumpugjöf. Önnur uppgjöf rauð, það er svona þegar verður síg á seinni hlutan þá fara menn aðeins að þrítast. Þá fer þetta að vera erfiðara í jumpinu. Það er spurning hvort það er ekki bara að fara að róa sig í jumpinu, þeir eru búin að spila. Svona 3 heilar hrinnur og í fjórðu. Benedikt í uppgjöf. Hann tekur hann bara í hóðni. Já, setur hann í hóðni. Ekki fast og ekki flókið en hérna, það var svo mikið það sem að maður þækist fyrir strákunum þegar ég held að hann var úti. 16-12 fyrir Stjörnunni. 16-12. KM þurfa að stoppa þetta núna. Nei, þetta var allt. Já, var úti, rétt. 18-12, 17-12. Það er bara, núna þarf KM að setja sig í gírinn. Þurfa á því að halda. Já, hörðu, það er hinn, nei það er Kátt og Glitri. Time á Káa. Það er 17-12 fyrir Stjörnuna. KM þurfa að gera sens í bróknuna. Benedikt með uppgjöf. Góð uppgjöf og Kristján þarna með gott smass og vel í hávörðuna og hann nærir honum vel. Gratisbolti. Kristján. Ok, KM með pínu eilítið hefni þarna. 4 stiga munur. Já, smass í hávörðuna og út. Já, vel gert Lexa. Lexi komin í uppgjöf. Lexi komin í uppgjöf. Það er að halda, skilja þessu. Þetta er ekki búin að vera góður uppgjöfar í þessar hreinu hjá KM. Nei. Þeir bara fara
fara með núna Kannski munar. 3-4 bolta í. Já, og það er dýrt að telur. Það er Stjarnan með gjöf. Og Kristján. Þarna. Nei, þetta var úti, já. Kristján úti. Það leit vel út, en... Þetta verður ansi mikið brekka núna hérna. Káa. Já, það verður það. Það. Þeir eru að fara að gera eitthvað strax. En þetta er ekkert búið. Þetta er alveg á. Ísmak komið ykkur. Já. Það er ekki að smassa þessu. Spilar upp. Þarna, æ. Svona er líka alltaf detta með Stjörnunni núna einhvern veginn. Svona eftir. Tuttugu 13. Já, touch á þetta. Touch á. Já. Jæja, nú þurfum við að koma að rífa sig í gang. Já. Við verðum alveg til að fá einhverja nokkra ása núna. Kristján er komin í uppgjöf og þurfum helst á því að halda bara. Já. Tók 4 í röð. Áðan. Já. Í hreinu 2 minni mig. Þetta var svona það sem við vildum helst ekki fá. Nei. Þetta aðeins svo mikið af uppgjöfum að klikka hjá okkur. 5-6 uppgjöfar í þessari hreinu. Það er bara eiginlega munurinn á stigum. Já, áfram! Nei, það gengur ekkert með kámur. Nei, lítið upp. Við erum nú tækifæri að minna á leik á morgun. Það er sömu lið, eigast við á morgun. Klukkan 2 í Káasinu. Og líklega verðum við með beina útsendingu frá þeim leik líka. Stefnmaður, við kannski tökum ekki águr að lýsa honum bara. Það er vel gert í Stjörnumönnum. Nei, þetta er inni. Það gengur allt upp hjá þeim. Gengur allt upp í Stjörnunni núna. Þetta er svona stundum verða bara. Já. Stundum er allt inn og allt. Og maður sýnir svona öll að KM sé bara búin að játa sig sigra. Já, hættur það. Það er já, 2 blakkir á morgun. Annars vegar klukkan 2 og svo hins vegar klukkan 8. Já, svo ekki gleyma bikarleiknum. Já. Hvetjum fólk náttúrulega bara til að mæta í höllina og þá sem maður getur ekki mæta geta kannski horft á. Já, það kostar ekkert inn. Núna er þetta ekki bjart fyrir okkar menn. Það er 24-14. Já. Það lítur út fyrir að Stjörnumenn sé að sigla þessu áfram. Það er allavega ekki mikið gleði eftir hjá KM-unum, en það er allt hægt í blaki. Sko, já. Þetta var rétt. Já. Æja, nú er þetta bara að taka 10 í röð. Annað eins hefur nú gerst. Já. Gott blokk hjá KM-unum. Grætisbolti núna, Káa þarf að nýta sér þetta. Ekki alveg nógu gott. Já, ok, vel gert. Já. Ef ekki segja að þetta hafi verið fyrsta af 10. Já, þetta er alltaf að koma. Nú erum við... Nú er þetta komið. Við getum bara bókað sigur á þetta. Já, vel varðið. Það er ráðan ekki búin að gefast upp en það er gott. Já, Stjarnan er að verjast vel. Nei, það var fín. Já, vel gert til Filip. Sækjast á. Já, vel gert Halldór. Vel gert. Ef ekki segja að þetta hafi verið nummer 2 af 10. Já. Eins og sagði þetta er bara komið. Þannig að þeir eru ennþá að berjast, Káa er ennþá að berjast, það er jákvæmt.
Stjörnumenn vantilega komnir í eitthvað smá kærleysi sem bara fínt fyrir KM-inn. Það notað tækifæri og halda áfram að. Berma þess aðeim. Æ. Jæja. Þar fór það. Það fór hann svo fyrir þá. Leikurinn enda þá sem sagt 3-1 fyrir Stjörnunni. Fínt leikurinn á milli. Já. Stjarnan virkilega velspilandi lið og margir góði leikmenn hjá þeim. Ég held að við líka bara valið þakka fyrir okkur í kvöld og við Og minnum á leikinn á morgun. 2 leikir. 2 leikir á morgun, klukkan 2 og klukkan 8. Meistaralokk klukkan 2 og svo svo bikarkeppnin klukkan 8. Já, klukkan 8. Það er svona meira hægt að fylgjast með þeim bolta, þannig að það gengur kannski meira þess að milli, sko. Já. Ég lofa því að það verður fleiri snertingar heldur en í þessum leik. Við lofum góðri skemmtun allavega, en við þangað til á morgun. Bara þökkum fyrir okkur.